Þá er komið að þriðja lið á dagskrá, að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, lagði fram viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram viðauki númer 17 fyrir fjárhagsárið 2018 en hann var lagður fram í bæjarráði 20. desember 2018 og samþykktur og vísað hingað til bæjarstjórnar til samþykktar. Þetta er viðauki upp á 50 milljónir króna sem að er vegna auka fjárveitingar til snjómoksturs en eins og menn muna þá urðum við í hálfgerðum hamförum hér rétt fyrir jólin og þurftum að bæta í snjómokstustölur ársins þannig að þarna er verið að bæta 50 milljónum og þetta kemur til lækkunar á handbæru fé. Þetta var eins og ég segi 17. viðauki ársins og ég er búinn að segja nokkrum sinnum hér í pontu að ég ætla að vona að þetta fari nú að verða síðustu viðaukin en það er klárt að þetta er síðasti viðauki ársins vegna ársins 2018 fyrir ekki við. Við samþykktum á þessu ári sem sagt 17 viðauka og samtals var fjárhæðin 650 milljónir tæpar sem við samþykktum eða erum að samþykkja með þessum viðauka í dag og við erum að sjá þarna einhverjar 650 milljónir sem segir sem hafa bæst við rekstur á árinu 2018. Stærstu hluturinn af því er 400 milljónir tæpar vegna launa og kjarasamningsbreytingar sem hafa orðið á árinu. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þá bið ég til þess að geta samþykkt ákvörðun bæjarráðs, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.